Nú ómum við okkur bara inn. Þú með mér. Elsku hjartans Gústi minn. Við erum hérna í þættinum Hvað ertu að spá? Og ég er með elsku hjartans Gústa minn með mér. Já, það er ég. Já, það er ég. Það er ég! Það er Manstu? ég. Eins og Hvað er dóttir mér sagði, hún sagði, þegar þú kemur inn þá er einhvern veginn, hér er ég, þú veist, af því þú hefur það sem er æðislegt, Já, sem er sjálfstraust. já, einmitt. Ég held að sjálfstraust sé mjög mikilvægt og ég held að allir ætti að tileinka sér það. Heldur að maður þurfi ekki að feika svolítið sjálfstraust? Eða bara, þú veist, búa til þó maður þori ekki einhverju, bara gera það? Jú, ætli það sé ekki svoleiðis að þetta er svona fake it till you make it. Og bara á hverjum degi, sko, hvað sem, og svona taka þátt í öllu mögulegu og hérna, og hér hringi síminn, hér hefur dóttir mér hringt mér segja oft í nokkur símanúmer, en þannig er svo gaman þegar þetta er bara svolítið rugl, þessi podcast. Einmitt. Ekki að hafa eitthvað eðlileg, af því hvað er eðlilegt? Já, hvað er það? Eitthvað sem samfélagið ákveður eða? Til dæmis. Og hver ákveður samfélagið? Ætli það sé ekki fólki sem að býr í samfélaginu? Nákvæmlega. Svo ég segi að þú ert aðeins að breyta samfélaginu. Já, finnst þið það? Já, af því að þegar að ein manneskja kemur og gerir eitthvað sem er skemmtilegt, fara mann til að brosa Já. í þessu frekar svona dapurlega umhverfi sem við erum búin að vera í. Við erum búin að vera í þoku og talandi það þó, svo ég hleyp úr einu annað, það var eins og ég held að hún hafi heitið The Fog myndin, sko. Já. Sem ég sá einu sinni og það var allir voru að bjargast úr þokunni úr einhverju svona reptiles og einhverju sníkjudýrum. Já. Þá kom einhver og drap þau öll. Nei. Svo að mér datt þetta allt í einu hug. Ég hringdi í Kastljós og vilti við að banna myndina. En gekk það ekki? Nei. Það er nefnilega svo ömurlegt. Finnst mér það er endurinn ef hann er leiðilegur. Á myndum og sögum almennt? Já. Já. Það er skemmtilega þegar endirinn er fallegur og góður, sko. Já, og hvar er refurinn? Þú sagðir hann hefði farið í sveit. Já, hann þurfti að flýja hérna upp í Mosó út af því að lögreglan leitar að honum stanslaust. Er það? Já, þannig að hann er bara upp í bústa þar, sko, í Já. Mosó núna, í felum. Já, við vatnið þarna, Hafravatn. Nei, hann er ekki við Hafravatn, sko, Nei. en ég má líka ekki segja hvað hann er út af því að það er náttúrulega allir sem að hlusta á þetta Já. og líka lögreglan og matvælastofnun. Já, matvælastofnun, já. Þau eru svolítið á móti mér, sko, Já, og ég hef ekki skilið af hverju. nei. Þess vegna langaði mér svolítið að þú myndir á eftir svona spá í spilin hjá mér út af því að ég skil ekki af hverju þið eru svona rosalega mikið á móti mér og refnum mínum Gústa Junior. Sko, það er náttúrulega til dæmis sem er kanínur sem hann getur, sko, sem er hægt að veiða Já, og svona og það eru náttúrulega sem að fólk er með heima hjá sér. Ég hugsaði myndi nú ekki segja mikið við því. nei, þau hafa ekkert verið að segja við því, eða það? Nei, ekki neitt. Það eru minkar sem eru hættulegir. Þeir hafa eitthvað rugglast í rýminu. Já, þau eru að rugglast á refum og minkum. Já, minkar, það er ekki hægt að ala þá upp. Það er ekki hægt að fá mink til að aðlaga sig mönnum. Nei, þeir eru erfiðari og eru svona viltari. Þeir eru bara kolvittlusir bara. Þeir eru með framheila skaða eða eitthvað. En refir, sko í minni sveit, þá var ekkert mála að þjálfa refi. Nei, bara svo hundar. Já, og þú mátt vera með kannski fálka eða krumma, Já, en þetta er bara kannski einhver athyglis síki hjá þeim eða gleði. já, Komast nefnilega ekkert í blöðin fyrir það að vera, nú má enginn baka og selja til styrtar káir, eins og ég sé út káringur í stuttbuxum. Ég elskaði kostið í stuttbuxum ávetur í janúar. Og þeir geta núna ekki lokað á gömlu konunnar sem er að baka, það búið að því. Það er búið að banna að þú megir... Já, gerðu þið það, matvælastofnun? Já, af því að það er svo stórhættulegt. Já. Og hérna, svo ég örugglega einhver skildmenni þarna sem eiga eftir að blokka mig, mér er alveg sama. Þetta er ónauðsynlegt að vera með þessa stæla, finnst mér. Ekki sammála? Já, jú, ég er sammála. Mér finnst þetta lykta af einhver svona valdasíki. Já, valdanýðslu, þetta er rétt hjá þér. Já, er það ekki? Jú. Leið og fólk fær svona smá völd, þetta er opinber stofnun og hefur völd og getur talað við lögregluna og hitt og þetta. Þá leið og þau fá sér völd, þá bara notaðu þau. Já. Á hvað sem er, hvað sem þið sýnist. Þetta er orðið hættulegt. Já, þetta er mjög hættulegt, sko. Já, af því það getur verið í öllu sem þeim dettur í hug, þá er hægt að gera allt mögulegt í raun. Já. Ég skoði þetta eftir hjá þér. Skáli í heilugu vatni Já, sem við fengum okkur áðan. Það er aðeins svona
gult og litið. Þetta er samt ekki hland. Nei, ég vona ekki. Einu sinni, þá var það í tísku að fólk drakk úr sér pissið á mótana. Nei, hvenær var þetta? Þetta eru svona kannski 15-20 ár síðan. Og þá frægt fólk sem ég þekki gerði þetta því að það var einhver sem staðhafði það ef þú gerði þetta og þetta getur vel verið, ég vildi bara ekki smakka mitt, mér fannst það fyrir eitthvað svona Svolítið svona að það hreinsaði allt af því að það vissi hvaða sjúkdóma ætti að hreinsa og Nei, er það? Jú, ég get sagt þér þetta að ég sverð þetta sko. Þetta er of lýgilegt til að vera satt. En hefur einhver látið á þetta reyna? Já, þetta kom út utan á heimi. En mér finnst að Matvælastofnun eigi kannski aðtuga þetta svolítið ef að fólk er að... Já, þetta getur verið stórhættulegt, eða ekki? Mér finnst að ég vera myndavél frá Matvælastofnun bara líka í eldhúsinu hjá fólki. Já, hvað ætli sé verið að gera í þessum eldhúsinu? Hvað er verið að gera? Já, eitthvað miklu verra heldur en sko, að eiga eitt lítinn sætan ref sem að elskar að horfa á Netflix. Já, því þeir eru mjög greindir. Þú sér það til dæmis eins og með svín. Já. Hvað heitir að vinur okkur hérna? George Clooney? Já. Hann á svín. Já, Clooney á svín. Já, og alvöru fólk það á eitthvað annað heldur en hunda, segi ég. Já, í Bandaríkjunum þá má eiga hvað sem er, sko. Fólk er bara með tígrisdýr og ljón og... Já, það er nú reyndar, það er nú kannski, Kannski fæ ég mér einhvern tímann ljón. Já, það var eins og ljón hérna. Er það? Það var dýrakörður hérna rétt fyrir utan Hafnarfjörð. Já. Og þar var ljón og ég man að það fékk sér smá bita af hendi að veitin konu sem var búin að fá sér pínu vodka. Nei. Ég sverð þetta. Er þetta satt? Já. Akkur aldrei talað um þetta? Þetta er líka sko, þú veist, ég er náttúrulega aldagömmul. Já, ég er að segja það satt þarna með dýragarðinn sko. Já. Og þar voru apar. Já. Líka. Já. Og hérna, ég frétti að þú hefði líka áhuga að fá þér apa. Já, ég hef verið að gæla við þessa hugmynd, sko, að flytja inn apa til landsins. Ég bara veit ekki hvernig ég myndi smiklunum. Ég veit að Ellie Vilhjálms, hún flutti einu sinni inn apa. Já, það var ekki gert. Nei, það var ekki kært. Nei. Ég held að Matvælastofnun hafi ekki einhvern veginn verið þá. Nei, kannski var hún bara ekki til. Hún var ekki til. Þá gekk allt kannski meira smurt fyrir sig. Já. Er það ekki? Jú, það gæti verið, sko. Finnst svolítið magnað, þú hvenær áttur ammæli aftur? Herru, ég á ammæli 12. desember. Mér finnst það nefnilega svo magnað, 12. desember, því að flestir eiga ammæli þá. Já, það er svolítið margir, sko. Einmitt, sko, mamma og bróður minn, þau eiga bæði ammæli 12. desember, eins og ég. Mér finnst það ruglað. Já. En skrítið, finnst þér ekki skrítið að 365 dögum mögulegum að mamma en þurfti að eiga ykkur á sama degi og hún sjálf og enginn eiginlega á ammælin nema bara öll fjölskyldan í einu. Já, við höldum allavega að risa partí, sko. Er það? Já. Og öllum boðið? Já, allir í stórfjölskyldinni. Já, þið eru samrýmt systkinin? Já, við systkinin eru mjög samrýmt, sko, elskum hvort annað. Já, og hérna, ert þú í miðjunni? Nei, ég er næsti yngstur og það er eiginlega verst. Er það? Já, það er allir sem eru eldri, þeir fá að gera mest og yngsta, hún fær náttúrulega mestu ástina. Já. Þannig ég lendi þarna svona eiginlega í miðjunni þó ég sé næst yngstur, sko. Þannig að miðjubörnin ná mesta árangri. Já, er það? Og þú ert eiginlega í miðjuna því eiginlega. Já. Af því að þeir einhvern veginn, það er þannig. Já, einmitt. Út af því að þau þurfa svona mesta harka, sko. Þau þurfa mesta harka og sanna sig og allt þetta. Ég er klálega þar, sko. Þú ert þar. Þú ert hvaða ár ertu fæddur? Ég fæddur 2001. Er það hægt? Já, það er nefnilega hægt, sko. Jésús! Hvað? Þú ert þá yngsti podcast meðlimur. Er það? Það er heiður. Vá! Þetta er ekki löglegt. Ég veit það ekki hvort þetta er löglegt. Jú. Þetta þá ertu 20 ára? Já. Ég er góð að reikna. Ég ætla að reikna út töluna þína ganni, því þetta þú erum svolítið merkilega, ekki að það ég sé neitt vön því, þú erum svolítið merkilega, það er 12-12 og raun og verið 2001 og snýrði aðeins við, það er 12. Já. 12-12-12. Já. Og það er magic í því. Er það? Og núna er árið 2022, eins og við vitum flest. Já. Og þú er með alla þessa tvisti, mattsarinn í þetta ár. Svo ertu líka með leiðtógatöluna, að vera leiðtógi. Hvað er leiðtógan? Það er ás. Já, það er ásinn. Já, númer 1. Já, númer 1. Og þú ert nefnilega svo góður að vera leiðtógi yfir sjálfin þér, sko. Já. Og fólk mun fylgja þér. Er það? Já. Já, það er gott að heyra þetta. Hvernig var skólinn hjá þér þegar þú varst yngri?
Herðu, ég var rosalega mikið að grínast í kennurunum. Já. Ég var bekkjar trúðurinn, sko. Já. Við ADHD-börnin, við erum svolítið í því, sko. Já. Mér finnst þetta vera bara, sko, ég var að kalla þetta örhuga. Örhugar. Þú er svona löng skamstöfum svo asnaleg. Já. Þú ert bara örhugi. Já. Eins og Guðbjörn minn, hann var líka miðjubarn og, Já. þú veist, og athyglisglaður. Já. Athyglisglaður, það er svolítið gott. Það er þannig, ég er líka athyglisglöð. Asnalegt að vera sjúk. Já. Bara gaman. Já. En stundu vill maður enga athygli, eða ekki? Nei, já. Oft vill maður bara enga athygli mitt. Ertu búin að vera eitthvað mikið í skóla? Skóla, já. Ég er sko núna í háskóla að læra viðskiptafræði. Á hverju? Af hverju er ég að læra viðskiptafræði? Mér langar bara að vera með eitthvað svona góðan grunn, sko, áður en ég fer út í meiri vitleysu, út í sjónvarp og fjölmiðla og svona. Já. Sko, þú sem sagt ákveður að fara í viðskiptafræði að þú veist ekki baun hvað þið langar til að gera. Og það hljóma bara ágætlega eins og lögfræði, þú sagði kannski lögfræði, já, nei, viðskiptafræði, já, nei. Já, sko, ég veit alveg hvað mér langar að gera, sko, og það er að vinna í fjölmiðlum og sjónvarpi. Það er bara það sem ég sagði við þú komst inn. Einmitt. Ég veit ekki hvort að, ég held að það hafi verið tekið upp hérna af snillingnum okkar hérna, hún Dexo, og tekur myndina, sem að tekur upp allt saman hjá mér, og þá sé ég það á þér. Já. Og þú hefur þessa útgeislun og þú hefur líka þennan hrynjanda þegar þú talar. Er hann eitthvað sérstakur? Já. Já, það er svona fólk sem að svona eiginlega svona svolítið syngur það sem það er að segja. Já. Þú gerir það. Svo ertu með sko glow bara á við ljósið þarna í Viðey þarna eftir hennar Yoko Ono. Takk fyrir það. Sömuleiðis. Takk. Sjáðu hvað þetta er vel upp allir krakki sem eru að verða stór. Já. Hvað heitir mamma þín? Hún heitir Auður. Bara svona. Það er mikil mannauður í ykkur. Já. Og á hún ykkur 4? Nei, við erum sko sveimi þá, við erum 6. Já. Systkinin. Strykum þetta út. Hann vissi ekki alveg hvað þau voru mörg. Það er svo erfitt að fylgjast með þegar maður er svona mörg systkini. Ég er alveg sammálaður, sko. Ég var alltaf að fá nýsískina því ég fekk nýjan pappa eða svo annan pappa. Já, einmitt. Það var rangfeðruð og ég nenni ekki að telja þetta lengur. Já, sæll. Já, nei, við erum öll bara allsískinni við 6, sko. Já, þið eru allsískinni. Og samt, vissur ekki að voru 6? Jú. Já. Var það ekki ég sem sagði bara þið 4? Jú. Það var að því að þú varst eitthvað að segja 2 eldri og 1 yngri. Það voru út af því. Já, sko, nei, það er bara allir eldri en ég nema eina litla systir mín. Já. En sko, nú er hún flutt til Grænlands. Vá. Af hverju? Heyrðu, hún er í svona menntaskóla prógrami. Þar sem við fara til Færeyja, Grænlands og Danmerkur. Þannig að núna er hún að klára 1 ári í Grænlandi. Hvað heitir hún? Hún heitir Svava. Hefur þú komið til Grænlands? Nei, mér langar að fara. Það er eitt geggjaðasti staður í heimi. Hefur þú farið? Já. Já. Og ég datt einu sinni bara, einn morgunni bara fram úr rúminu, sem að ég sá í sófanum, sko, því við vorum nokkra gellur hana. Já. Og að því að leið og kirkjuklukkan hringir, þá byrja úlfarnir og hundarnir sem eru í hólum. Það eru hundar þarna, fleiri hundar heldur en íbúar. Það er eitthvað, ég man ekki hvort það er 60.000 íbúar þarna eða eitthvað, þessast á Grænlandi, og það voru eitthvað 5.000 hundar sem byggu þarna í hólum, og þegar það heyrði kirkjuklukkunni, þá byrjaði þeir að ýlfra. Já, og þér brá svona? Mér brá svona, ég sem að hreyfi mig nú ekki mikið, sko, ekki, og hérna, þetta var stórkostlegt. Þannig voru hundar út allt og byggu þarna í hólum, og það er engin matvælastofnun í Grænlandi. Nei, já. Það er engin matvælastofnun þar. Það er allt svo frjálst bara. Já, skemmtilegt að heyri í úlfum og alls konar. Já, þetta voru líklega bara allt hundar. Er það? En þetta voru, sko, ég veit ekki að því hundarnir búa þarna í hólum. Já. Og þeir eldu mann út allt þarna hundarnir. Einmitt. Þeir eldu mig heim. Maður er ekkert hræddur við þessa hundar, sko. Nei, hundar á Grænlandi. Nei. Það er bara stemming. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ég er að rekna út hvaða tölu þú ert á. Já. Svona talnaspeki. Einmitt. Þú ert 9 þú ert tala 9. Og út frá hverju bara það er summan af töluninni. 2001, 12, 12.
Það er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Já, það er bara þversúman að því að hvernig hún fættur. Já. Og þú ert talað 9, hún lærir þolinmæði, þess að svo þú rekur þá ýmislegt og lærir þolinmæði. Ég þarf á því að halda, sko. Já, eða ekki. Ég er nefnilega ekki þolinmóður. Nei, ekki heldur. Ef maður er þolinmóður, þá býður maður eftir að hlutni gerist. Einmitt. Við erum svolítið bara svona, við förum og kýlum á það. Við kýlum á þetta, sko. Mhm. En þú ert að læra þolinmæði svona fyrirpartin að því að þú átt eftir að geta aðlaga þig að það öllum aðstæðum. Þú ert 9, hún er alheimstala. Já. Þess vegna elskar alveg sama hvar þú ert, þá ertu gott með að kynnast öllum Já. og að því að það er líka með því að þú, með 9 líka, að það er fordómaleysi. Og þess vegna vinna þar oft samt við réttlæti og þú átt eftir að vera í útvarpi og sjónvarpi og geta unnið við réttlæti. Já. Kannski ferðu meira að segja, kannski, nei, ég held þú myndir ekki nenn að vera í stjórnmálum. Það er samt kannski eitthvað sem ég væri til í að prófa einhvern tímann. Já, sko, vegna þess að þú ert svo góður í réttlæti og þú ert svo fordómalaus að þú yrði voðalega góður stjórnmálamaður. Ég held það nefnilega. Já, held ég að þú haldir það líka. Það er mjög furðulegt. Já, ég hef oft sagt þetta, sko, að einn daginn þá mun ég kannski vera forsætisráðherra. Mér finnst það nú bara alveg lágmark. Ég myndi svoleiðis kjósa þig, sko, ég myndi ganga aftur og kjósa þig. Að því að hafa svona hressan og kátan forsætisráðherra og svona, og ég segi að þessi ósk verður. Hvað heitirðu, Gústi? Ég heiti Ágúst Beinteinn Árnason. Ágúst Beinteinn Árnason. Gústi. Hvað myndirðu, svona Gústi Árna, það er ekki hægt að kalla það Gústa Rér. Nei, þess vegna er ég bara Gústi B. Gústi B. Eins og Melby. Já, svolítið. Já. Eins og Cardi B, þekkirðu hana? Já, ég svona heyrt talað um hana. Já, hún er í miklu uppáhaldi á mér. Er það? Já. Já, og fleiri tónlistamenn? Já, ég hlusta mjög mikið á íslenskt tónlistafólk og þá er ég mikið í Herra Hnetusmjör. Já. Finnst þér hann besti rappari allra tíma á Íslandi? Já, nefnilega. Já, hann er bara yndislegur. Já, MC Gauti líka, helviti flottur. Já, hann var svona aðeins og undan, sko. Já. Rundi brautina. Algjörlega. Náttúrulega Erpur sem við erum að bíða eftir hérna í podcasti, sko, því hann er ekki hann núna. Að hann var náttúrulega komið þetta allt saman hvissbambung. En hefur þú ekki prófað að rappa? Jú, ég er að gera það svona til hliðar við allt hitt sem ég er að gera. Þá er ég að búa til tónlist og ég geri bara lög þegar ég er í stuði. Komdu með eitthvað. Koma með eitthvað? Eitthvað bara. Eitthvað bara? Bara komdu bara, láttu bara vaða með eitthvað. Vaða með eitthvað? Hvað, eitthvað rap? Já. Já, ég veit eiginlega ekki hvað ég er að hugsa um núna, sko. Heili minni, hann er búin að vera, sko... Nei, ég er ekki að rappa núna. Mér fannst þetta frábært rapp. Ég var bara, ég veit ekki hvað ég er búin að hugsa núna. Heili minni bara búin að missa trúna. Já, reyndar. Kannski var þetta bara sem ég þyrfti að koma frá mér. Maður það bara, sko, rappi bara... Ég veit ekkit... Mér finnst ég vera rappari. Já. Hefurðu pælt í að gefa út rapplaga? Já, ég hef það. Já? Í alvöru, sko. En hvað? Hvað er að stoppa? Ég held að við værim svona fólki sem að kýlir á það. Já, þá gerum við bara sama rapplag. Já, það er upplag. Ég er rosa góð í að semja texta. Já. Það er bara... Það er mjög mikilvægt. Já, ég er enga stund að því. Ég hef verið í mörgum svona rapplögum en ég hef verið að ekki að syngja, sko. Nei, einmitt. En rapp er ekki beint söngur eða það? Nei, það er eitthvað aðeins annað. Já, mér finnst þetta, sko, Gústi B. Þetta verður rosalegt. Já, þetta geti verið svolítið spennandi. Þú ert á árið 3 og það fæ ég með því að taka töluna 6 sem er 2022 og bæta hérna við 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 þá fóru töluna 12 og þá ertu á árið 3 sem er listatala. Er það? Já. Og ég er einmitt, sko, bara stútfullur af einmitt einhverju svona lista. Já. Og 3 fer 3 sinnum náttúrulega upp í 9, sko, við vitum ýmislegt hérna. Já, einmitt. Já. Og hérna, og það er bara, þú ert á mjög merkilega árið til framtíðar þó þú sért mjög ungur, en þú þorir líka. Já, og þetta ár, það skiptir þá miklu máli? Já. Ok. Þú ert bara að henda út þessu rapplögum.
Já, ég þyrfti að vera duglegri. Já, hvað vantaði til þess að henda út rapplagi? Mér vantar í rauninni bara kjarkinn. Nei. Já, ég sverða. Við búum til rapplag bara. Já. Ég meina, og svo tölum við bara við Já. og höfum við Dexo hérna til að taka þetta upp. Já. Og við bara fáum þá bestu til þess að, ég ætla að vera samt aðeins í bakgrunn, Já. þá virka ég grennri. Nei, segi svona. Hvaða? Já, þú ert svo vel upp alinn. Ég? Já, sko, mamma var alltaf duglega að lesa fyrir okkur og svona. Er það? Og það er þessina sem að við sískinin eru svona klár. Því trúi ég. Já. Mér finnst það eitthvað merkilegast sem hún gerir þar að lesa fyrir börn. Já, það er það, sko. Já, og fáðu til að hlusta. Það er nú ekki algengt eftir að YouTube svona yfirtók ömmulesturinn. Einmitt, það er örugglega erfiðar í dag, sko. Já, en gaman að því. Hvað gerir mamma þín? Mamma er kennari. Vá, Mhm. mér finnst það rosa. Og hefur langar henni ekki að skrifa bók? Jú, hún hefur skrifað kennslubækur, sko. Já. Hvernig vissirðu það? Ég spákona, kemur alltaf á óvart. Já. Ég bara fann svona að hún geti líka átt að skrifa öðruvísi bækur líka. Já. Sem eru jável barnabækur eða svona til að svona fá krakka til að hafa áhuga. Já. Hún áttur að gera eitthvað, sko. Barnabækur? Já, af því að hún er mannauður. Já, einmitt. Hún tekur örugglega vel í þetta, sko, þegar hún hlustar á hlaðvarpið. Já. Ég vil kalla þetta bara podcast, mist hlaðvarp, svo leiðilegt orð. Það, hlaðvarp. Ég veit að maður á að tala íslensku. Hlaðvarp, já. Hvað er að? Ef viltu bara kalla þetta podcast. Hlaðvarp. Sjónvarp. Já. Hvað kallar þið sjónvarp, ekki sjónvarp? Jú. Það er að varpa sjónin og eitthvað. Já, ég held að það er að fara að segja nei, bara TV. Já, nei. En það er að varpa sjónin og eitthvað og náttúrulega útvarp, það er að varpa út einhverju, en hlaðvarp. Já, við ætlum að spyrja Auði þetta. Við hefðum núna þurft að hringja í mömmuðina. Já. Af því að við ætlum að hafa það þannig að það sé hægt að hringja. Nú hefðum við átt að hringja í Auði. Við höfum annað podcast. Já, ég get sko alveg hringt í hana og bara haft síman hérna. Já, hringt í hana. Já, ef að gera það. Já, mér finnst þetta geggjummitt. Já, þetta er ekki svo vitlaust, sko. Nei. Er þetta mamma? Já, þetta er mamma. Já, sæl, ég er í podcasti með Siggu og Sigga er að pæla sko í orðinu hlaðvarp. All right. Hvaðan kemur þetta eiginlega og hún er ekki alveg sátt með sko. Það eru ömurlegt orð. Ég veit ekki hvað er bjóða til. Það er náttúrulega að vera í einhverjum skildleika við útvarp og sjónvarp. Einmitt. Og svo þessi tónhlaða, þar kemur örugglega forliðurinn. Já. Svo er hvað? Tónhlaðan, manstu ekki, íslenska orðið yfir iPod. Já. Tónhlaða. En ömurlegt líka. Já, Sigga er ekki sátt við sko þessar þýðingar. Nei. En er hún með betra orð? Nei, hlaðvarp bara podcast. Kannastu við það? Með K, ekki með C. Podcast er náttúrulega alveg gjörsamlega ótækt bara. Fólki væri nema bara því að það gengur ekki inn í sko íslenskt málkerfi. Nei, það fattbeist ekki. Það var ekki mannanafnanefnd en maður vildi heita Sigga podcast. Þá myndi fá nei við því. Er það ekki, Auður? Ég hugsa það vegna þess að við erum ekki með Nei, það er, ég veit það. Í bakstöðu í íslensku, þannig að þannig að bara svona málkerfisleg rök, ekki málfræði rök, heldur bara málkerfisleg rök myndu gera þetta orð alveg ótækt, en ég veit ekki ég veit eiginlega ekki, það er bara náttúrulega bein þýðing. Við sjáum það núna því þú sagðir að tónhlaða væri pattinn eða pottin. Já, einmitt. Já, þetta er bein þýðing. Það er einhver sem hefur haft ekkert fyrir þessu. Já. Hann hefur bara bein þýtt þetta. Já, hann hefur hugsað bara iPod er tónhlaða og þá hlýtur pod að vera hlað. Já. Og kastið er að varpa, eins og að kasta. Já. Eins og sjónvarpið og útvarpið sem varpar. Ég ætla ekki að þvæla við meira um þetta. Ég er alveg bara ætla að vera sammála þér en mér finnst oft íslenskan vera leiðilegri eftir því sem að fólk er að finna upp nýjirði nú til dags og væri nú, já, mér finnst það sko persónulega því að ég var alveg góð í íslensku.
Við ættum að ræða þetta einhvern daginn því að það sem ég held að standi núna í íslenskunni fyrir þrifum að það allt þetta hreintungulið sem svo lofandi hrætt við að taka inn ný tökuorð. Sammála. Og ég meina nú ég leik mér að því að taka upp á töflu orðið bíll sem kemur bara úr automóbíl og það er nú ekkert merkilegur en það og búið að vinna sér þetta og svo erum við með fílinn sem ég veit nú ekki hvaðan kemur elefanturinn sko. Nei. En svo mögum við alls ekki nota orðið díll sem að væri bara fínt í lopapeysunni, bara að skrifa D-I-L-L. Já, það væri bara gott að nota það, díll. Já, það má ekki nota það. Nei, og þetta eitthvað sem hefur verið núna, við gengist í 20 ára, menn bara þora ekki að taka inn, ef að menn hefur látið svona, þá væri ekki orðið jeppi í íslensku til dæmis. Já. Ég svo sammálaður Auður og ég held að þú að skrifa barnabækur. Ég kom það með þegar ég var að spjalla við hann Gústa minn sem er svolítið líku börnunum mínum. Þú þekkir ekkert Simon Simonsson? Nei. Nei, já. Það faðir barnana minna, ég held kannski... Ég að grínast, elska mín. Þetta bara svo fallegur og góður strákur og á eftir að verða forsætisráðherra af því að mamma hans var svo dugleg að lesa fyrir hann. Já, en það nú bara tvennt sem að eiginlega öll börn sko meiga ekki og annað að fara í pólitík því að ég held að það sé ekki gott fyrir neitt. Nei, það ekki gott fyrir neitt en einhver þarf að taka af skarið og ef einhver getur það. Já, það nóg frambóð af fólki. Já, og það þarf að vera svona létt og kátt eins og hann Gústa okkar. Þó að við ráðum börnunum okkar frá því að þá nóg af öðru fólki sem gefur kost á sér. Já, það rétt að ég myndi ekki vilja að börnin mín færi í pólitík. Já, það óþarf að við séum að bjóða börnin okkar í ormagrifina. Já, við ætlum ekki, við tökum þetta tilbaka Auður mín og ég þakka þér innilega fyrir spjallið. Þetta í fyrsta skipti í podcastinu sem hringt beint í einhvern og við höfum mestar áhyggjur af því að Auður myndi ekki, eða mamma myndi ekki svara Gústa. En greinilega hann svolítið vinsæll í fjölskyldunni þó að séu 6 systkinin. Já, ég var nú bara að bíða eftir að hann væri að keyra heim og segja mér hvernig allt gengi en því hann greinilega ekki kominn þangað. Nei. Fyrst hann ennþá hjá þér. Já, ég skil honum. Þú skilar honum? Já, takk fyrir hann. Bæjó. Alveg rétt hjá henni. Já. Orðið jeppi, það þorir enginn að þú veist, þetta þarf alltaf að vera eitthvað svona hundleiðilegt, ég verð að segja. Einmitt. Okkur það hundleiðilegt? Já, þetta orðið hundleiðilegt. Já, af hverju það hundleiðilegt? Já. Já, hundar þeir ekkert leiðilegir. Nei. Þetta svolítið skrítið. Já, þetta skrítið. Já. Já, við erum ekkert að pæla því. Nei. Já, og svo semst ertu í viðskiptafræði og hvað finnst þér skemmtilegast í því? Ekkert. Einmitt, þetta besta svar sem ég fengið á ævinni. Ég svo hreinskilinn. Já, og það það sem að þarf. Já. Fólk hætt að vera hreinskilið allt. Já. Það þarf alltaf að fela sig bak við einhver fín orð og einhverja fína svona matvælastofnanir og... Já, nei, ég nú ekki hræddur við matvælastofnun. Nei, ekki úr þessu. Nei. Þú ert búin að koma honum reppa í var. Já, einmitt, en það svolítið leiðilegt sko að hann sé ekki heima hjá mér akkurat sko núna, þá sakna ég hans mjög mikið. Hvað heitir hann? Hann heitir Gústi Junior. Gústi Junior, já, ég ætti að vita þetta. Gústi Junior, já. Ég bara vill að við gerum núna áskorun á Facebook. Já. Undirskriftar áskorun. Sá sem kann það, hún Auður kann það, mamma en örgla. og við látum skrifa undir það að Gústi Junior vill vera hjá pappa sínum. Já, þetta væri svolítið sniðugt. Já. Ég held bara að ég held að þetta myndi springa, ég held að við myndum fá bara 4.000 undirskriftir minnst. Í sveimi. Það á nokkru dögum. Af því að fólk elskar þetta að þú aðeins svona finnst mér. Já. Ég elska hvað þú ert búin að vera að gera og líka bara það sem þú ert að gera, það hressir mann við og þess vegna vil ég að og við förum bara sterkt í þetta og myndum hóp og gerum undirskriftir og byrjum strax eftir helgi. Já, þetta væri svolítið snið, sko. Ég veit ekki hvað matvælastofnun myndi segja, sko. Það má vera með undirskriftasöfnun. Já, ég að segja að við myndum koma þeim svo mikið á óvart, sko. Já, við erum bara að sýna að við stöndum saman að, ég menna, það á eitt yfir alla ganga. Já,
heldur betur, það svoleiðis sko. Ég hef verið svolítið ofsóttur af þeim sko, hana hjá Matvælastofnun. Hvað segir mig, hvað eru oft búin að hafa samband við þig? Hversu oft? Það oftar en 10 sinnum, oftar en 20 sinnum sko. Það alltaf eitthvað nýtt. Og svo enduðu þau á að kæra mig til lögreglu. Og þá mætti lögreglan heim til mín og að róta í hinn og þessu sko. Voruð með leitarheimild? Já, Matvælastofnun getur víst bara fengið leitarheimild ef hún vill. Nei, getur það verið? Það þarf að fara undir dómara. Já, þau eru með svo góð tengst, þau geta bara farið til dómara og fengið þetta svona. Veistu að ég í sjokki yfir þessu alveg. Það tók þau held ég innan við 2 klukkutíma að fá leitarheimildina og svo voru þau mætt á innan við klukkutíma eftir að þau voru komið með hana. Og ætluðu þá að taka kannski refin og drepa hann? Já. Þeir hefðu ekki getað gert neitt annað. Nei, hann náttúrulega getur ekki fara út í náttúruna og ég meina, ef hann fyrir húsdýragarðinn þá deyr hann það, þannig að já, þau eru í rauninni að leitast eftir því. Svona í hnotskuð, þá þetta bara vill hann deyja eða vill hann vera hjá Gústa pappa. Hann vill vera hjá Gústa pappa. Já. Guð minn góður hvað ég vorkir honum, en ég meina Matvælastofnun ræður líka í Mosfellsveit, en það skemmtilegasta fólk í heimi sem býr þar. Hvað, í Mosfellsbæ? Já. Já, hvað fólk það? Já, til dæmis Steindi. Já, okkar maður Steindi. Já, það svo skemmtileg fótbolti þar og svona fyrir utan KR. Að ég sé náttúrulega, hvernig KR lagið? Því ég kann bara við erum KR og... Hvernig það aftur eitthvað svona, við erum svartir, við erum hvítir. Það eitthvað svoleiðis sko, og það mikil ástríða almennt hjá KR-ingum. Já. Þú hefur tekið eftir því? Já, ég elska KR-inga sko. Það ertu svona smá laumu KR-ingur? Ég algjör sko laumu KR-ingur og ég aldrei viðurkenna það og sér það ég í svarthvítu og ég oft í röndóttu og hef bara elskað þá, en strákarnir mínir hafa aldrei verið valdir þar í liði. Nú. Já. Þannig að þú ert ósátt út í þjálfarana þar kannski? Mjög ósátt út í þjálfarana, en skotin í þeim öllum sko. Já. Ég er með svona þjálfara brjálaðis svona ást. Það? Já. Skotin í þjálfurum. Já, þeir eru alltaf svaka myndalegi sko. Já, og bara svona töff og svona... Góðu formi. Já, yfirleitt. Yfirleitt. Allavega þeir eru hugrækir eins og þú. Já. Og hérna, ég hef nefnilega held að þú hefur orðið, ef þú hefur farið í íþróttir, já, þá hefur orðið rosalega góður í þeim og varst ekki að byrja í einhver íþrótt núna? Jú, heyrðu, ég aðeins að reyna fyrir mér í boxi. Er það út af lögreglunni kannski? Já, það til að vera tilbúin ef að kemur til átaka. Já, þá þarf maður að geta varið sig, sko. Já. Eða ef einhver frá Matvælastofnun mætir hendi mín. Já. Þá verð ég að kunna allavega Allavega að setja upp hanskana svona. Já, og vera allavega með sko sjálfsvarnartryggs út af við náttúrulega styðum ekki ofbeldi. Nei, en þetta andlegt ofbeldi, myndi ég segja, sem þú ert búin að lenda í út af fóstursinni þínum eða uppbeldi sinni. Já, klálega, það hefur verið sagt við mig sko, og það hefur verið hringt í mig og spurt hvort ég þurfi ekki áfallahjálp. Já, í alvörinni. Já. Þetta til dæmis, segjum svo, ég meina refur og hundar, þetta eru náttúrulega skyldýr. Já. Að hérna, ef að hundurinn manns væri svona og væri tekin, að því að það eru náttúrulega hundar og refur og allir eru með sál. Allir. Já, og ég sé það bara hvað hann hefur verið hamingjussamur þarna. Svo að við gerum undirskriftasöfnun og leggjum það fyrir Alþingi. Já. Og hérna, voru ekki 42.000 sem að báum nýja stjórnarskrá? Já, voru það 42.000? 40 eitthvað þúsund. Náu að toppa það? Örugglega. Já, sveimi þá, hann á svo marga aðdáendur sko. Miklu fleiri heldur í stjórnarskrá. Já. Ég var ekki einu sinni búin að lesa gömlu þegar ég skrifaði þetta, það var mér alveg hallærislegt. Það Sigga, þú ert ekki búin að lesa gömlu stjórnarskrána, samt skrifaður undir að vilja fá nýja stjórnarskrá og ég var ekki búin að lesa hana heldur bara, það var svona, mér hljóp kappi kinn, sko, nýja stjórnarskrá. Einmitt, þetta snýst allt stemmingu, sko, og ég veit að refurinn minn Gústi Junior, hann á marga aðdáendur. Ég fæ svo mörg skilabóð á daga frá einhverjum skvísum sem vilja koma að hitta mig, en sko bæta við svona, það eins gott að refurinn veri heima. En hvaða ref eru þeir að tala um? Einmitt, það sko, ég svara alltaf þannig. Já, einmitt. Og því ég er svo mikill refur, sko, ég anda. Já. Guð minn góður, hvað að eftir að slástu með stelpuna, sko. Það? Jésús Kristur. Þið fyrir sjónvarpið? Já, bara núna, sko. Já. Þú skalt velja að reyna núna. Já, það var einhver tísta daginn, sko, hvort að Gústi B. ætti kærustu. Já. Já, það voru eitthvað mörg likes á því, sko. Já. Hvernig kærustu myndir þú vilja eiga? Sko, drauma kærastan væri í rauninni bara einhver sem með svona metnað fyrir hlutunum. Eins og hverju?
bara sama hvað það sko, bara, þú veist, að hafa metna fyrir einhverju, það finnst mér mjög svona aðlaðandi í fari fólk, sko. Þegar fólk vill gera eitthvað og gerir eitthvað í því, setur ekki bara heima í sófanum að borða kleinurhringi. Já. Og fyrir utan metnaðinn, það bara í rauninni svona hjartarhrein manneskja. Það eitthvað svona sem skiptir mig máli. Að þetta sé ekki eitthvað manneskja sem að þykjast vera eitthvað annað en hún og bara hrein í hjartanu og ekki full af hatri eða leiðindum eða neikvæðni. Frábært og skemmtileg. Skemmtileg, já, það nú svona bara á basic, sko, maður gerir ráð fyrir því. Ég alltaf í kringum svo skemmtilegt fólk líka. Ég ekkert að hanga með fílupúgum og ég sé alltaf það besta í fólki. Mér finnst þú nefnilega þegar þú varst að tala um þetta og við bættum við skemmtilegur, verið að lýsa sjálfu þér. En það? Já, kannski ég svona að leita að bara stelpu útgáfunni af sjálfum mér. Já, ég meina, og þetta algengt þegar ég spyr fólk hvernig maka það vill fá, að það sem sagt segir það kostina sína. En það er ekki að þú vissir það. En nei, ég vissi það ekki, sko. Nei, að þú ert hjartarheinn og með metnað í þess að þú gerir, skilur og heldur alltaf áfram. Áttu gott með að sofa? Sko, nei, ef ég á að vera hreinskilinn, ég sé voða lítið, en það út af því að ég bara með svo rosalega mikið af hugmyndum og myndböndum sem ég langar að klára og klippa þetta og hitt. Ég enda alltaf að fá minni svefn en ég ætti að vera að fá. Það það eina sem ég sæi að þér vantaði að vinna úr. Það ekki? Jú. Ég þyrfti að bæta svefnin, sko. Já. Ég hef verið að lesa núna bók sem að heitir Af hverju sofum við? Í henni þá segir að sko að þetta sé lykillinn að öllu að sofa vel. Það bara lengra lífi, hamingjusamra lífi, bara að öllu. Góðum mögum, hvað sem að þetta byrji bara þarna nóttina. Ef þú færð 8-9 tíma, þá eru allir vegir færir. Heldur þú sért eins og það kalla A eða B maður? Sko, ég A í sumu og B í sumu, eins og þegar kemur... Já, ég meina svona vakna, A eða B. Vakna B. En að klára einhver verkefni til dæmis A. Já, það annars. Já, klálega. En já, einmitt þegar kemur að svefnrútínu og svoleiðis, þá er ég klálega B-manneskja. Já. En þú? Ég bara A, B, C, D. Ég ekki mikið A. Nei. Þá hef ég bara vakað alla nóttina ef ég vakna snemma. Það er þetta sniðugt. Já, það sniðugt. Og þá getur þú sett svona í Instagram story klukkan 6 bara. Já. Rise and shine. Já. Nei, ég elska alla tíma. Ég nenni ekki að vakna snemma. Nei, það er leiðilegt, sko. Já. Fyrir okkur sem að viljum svona svolítið sofa út. Já. Þess vegna var ég að spá í með að því út að læra viðskiptafræði. Já. Það ekki að mæta klukkan 8 þá í háskólan? Já, ég mæti sjaldan. En, maður þyrfti að gera það, sko, ef maður ætlar að ná öllum tímanum, en ég bara svo duglegur, sko, að vera að kíkja á verkefnin og fyrirlestrana á netinu. Já. Ég sniður að því leiti. Og það ætti finnst mér að vera meiri möguleikar fyrir fólk að læra og hvernig það vill hafa það, hvenær það vill hafa það og að því að þetta orðið úrelt fyrirbæri, þessi lærdómur finnst mér. Já. Þú veist, þetta orðið svona, að því að ég tel að fólk eigi að vinna svolítið í að vera sjálfstætt. Já. Og svo lesa eins og þú ert að gera, svo að þú finnur út, þú líka forsætisráðherra og skaltu breyta þessu kerfi hérna. Hvað, svefnrútínunni? Nei, bara kerfinu, til dæmis eins og lærdóm að fólk þurfi, sko það kannski B-manneskja sem er með að vakna á morgnana og fókusera á það, að einbytta sér, að breyta því að skólinn þurfi ekki endilega að byrja 8, sko. Já, þú meinar. Ég græja þetta þegar ég er komin í ríkisstjórn. Já, þú græjar þetta þegar þú ert komin í ríkisstjórn. Já. Ég vona að það verði sem fyrst. Já, ég held að muni gerast kannski næstu 25 árum. Segjum 10. En það, af hverju 10? Ég mamma hefur verið brjálur en. Nei, bara að því að þegar maður óskar sér einhvers, þá maður að segja, sko, minni tölu heldur meiri. Já. Ef þú ætlar að óska þér að ferðast út allt, skilur þú ekki að segja þá 5 lönd, segðu bara 50. Já. Ef þú ætlar að óska þér að eignast hús, bara byttu þú frekar höfn. Já, þetta er sniðugt. Já, reyndar. Og ef maður er bara að óska eftir húsi, þá
þá mun maður væntanlega bara kannski ekki einu svona komast upp í hús, en ef þú ert að óska þér eftir höll, þá er miklu líklegra að nái lengra. Miklu líklega. Sniðugt. Þetta er málið. Já. Hvaða flokk myndir þú þá gangi? Ekki svara þessu, en ég er svona... Nei, einmitt, það er búið að þjálfa mig svo vel, sko. Já, mamman. Já, þannig að línan er, ég spá ekki í flokkunum, ég spá bara í fólkinu. Dásamleg lína. Já. Þetta er grípandi, líka pick-up lína. Já. Já, reyndar. Spái ekki í... Æja, þessi þáttur heitir Kvart og spá og mér finnst þú bara algjörlega frambærilegur næsti forsætisráðherra. Já, er það ekki? Ekki kannski alveg næsti. Nei, ekki næsti, sko. Ekki alveg næsti. Kannski fyrst teki sjónvarpið og útvarpið og fjölmiðlana. Já. Svo kannski teki tónlistaverlunin og svoleiðis. Og svo forsætisráðherra. Veistu það, þetta er frábær framtíðar. Og sér þetta alveg fyrir þér, nú ert þú spákona. Já. Er þetta að fara að gerast? Nákvæmlega svona. Er það? Ekki kannski í þessari röð. Ekki þessari, ok. Það var líka, sko, margir stjórnmálumenn verið í tónlist. Já. Ég ætla að leyfa þér að draga eitthvað. Jú, ég hef nefnilega mjög mikinn áhuga á framtíðinni. Af því að ég er svo spenntur fyrir því hvað sé að fara að gerast. Hún er ekki til, sko. Framtíðin? Nei. Meinar það? Hefur einhver tímann vitað einhvern sem hefur verið í framtíðinni? Nei, reyndar ekki. Það er nefnilega, það sem þú skapar í orkunni er núna, það er þín framtíð. Já. Það sem að þú setur út núna er framtíð. Einmitt, ég er mikið í því, sko. Hefurðu heyrt tala lindamáli mikla þegar fólk er svona að manifesta og draga að sér? Já, elska mín. Ert þú mikið... Ég skrifaði þetta. Nei! En ert þú mikið að nota það sjálf? Já. Að draga að þér svona hluti sem þú vilt fá? Já, ég sko byrjaði, þetta er það sem að ég segi helst. Já. Náður í mentora, hvort sem það er þess að hvað er gott íslenskt orð, Auður, komdu með það? Lærimeistari. Já, hún kom í gegn, elsku konan. Og og finna og sjá hvað þetta fólk er að segja og hvernig það, og ég fer eftir þessu ofsalega mikið. Já. Átt þú góða lærimeistara? Já, Louise L. Hay, hún er alveg rosaleg. Já. Abraham, það er sem sagt, þú skoðar það bara seinna. Já. Ég farið á Tony Robbins. Já, Tony Robbins, já. Já, en hann er svo kröftugur. Hann Tony? Hann drap mig, sko. Það? Hann var að mæta 7:00 og svo fara heim 8:00 kvöldið eða eitthvað. Já. Og maður þurfti bara að leggja sig í hotninu, sko. Hann er svakalega orkumikill kall, en já, mér finnst að við eigum að velja þetta. Og svo er til, ég á disk sem heitir Þú ert frábær, sem ég gerði fyrir 20 árum eða eitthvað. Já. Sem er akkurat til þess að fá þig til að því þú þarft að mindsetta á þér heilan, góð íslensk þýðing yfir það væri, þú þarft að stjórna hverjir er að vinna í heilabúin á þér. Já, það er rétt. Og hvað kemst þar að og útiloka það sem þú vilt ekki hafa. Svo og það er, og til dæmis þú, hvaða mentor var hjá þér, eða lærimeistari sagðirðu? Já, það var Sigrid, þú varst að tala um það? Já. Það voru margir í því, náttúrulega. Það voru margir í því. Já. Og ég held að þetta sé undirstöðu atriði. Að hafa árangri. Já, þetta þá að laða að sér. Já, hafa lærimeistara. Hafa lærimeistara. Og það er ekki, þér finnst kannski Sigrid, aðri finnst Abraham, sumir finnst Tony Robbins, skiptu öllu. Við erum nefnilega svo ólík. Einmitt. Svo það getur hendað þér. En þetta er nefnilega ósvöldlega gott fyrir alla krakka, hvort sem þeir eru ungir eða gamlir, að vita, að fara bara og horfa á bíómyndina. Mér finnst það miklu betur en bókin, Fannst þér Sigrid bókin leiðileg? Já, mér finnst hún hörmung. Mér finnst hún svo skemmtileg. Hefurðu séð bíómyndina? Já, mér finnst hún algjör hörmung. Er það? Já, skrítið að þetta sé svona akkurat aukt hjá okkur. Ég gat ekki að lesa þessa bók, mér finnst hún bara, að því að skrítið. Mér finnst þetta eitthvað skrítið. Er það? Ertu búin að horfa á þessa mynd oftar en einu sinni? Nei. Akkurat. Þarf maður að horfa á hana kannski 2 til að kunna meta hana. Já, af því þú ert með bókina heima hjá þér, ert alltaf að kíkja í hana, en þú ert búin að horfa á myndin einhvers staðar út í bæ, einu sinni eða eitthvað. Já, þá þú að breyta þessu. Nú ferðu að draga 3 spil. Oh boy. Oh boy, oh boy.
Sigga Kling, hvað ert að spá? Mm. Þetta er alvöru. Ef við að byrja bara á fyrsta. Þetta reddast er ævisaga þín. Bingo. Er það svolítið ég? Er það ekki? Jú. Hefur ekki allt reddast hjá þér? Jú, það hefur allt reddast. En stundu fæ ég sko samviskubit yfir því að allt hafi reddast hjá mér. Já. Það er það sem að þá verður að hugsa útiloka eða nei við samviskubiti að því þú áttu ekki skilið. Þú verður að stjórna því úr hausnum á þér. Þú verður að henda því að þú fáir samviskubit yfir hlutunum. Já, mér finnst stundu svo ósangjant að ég skuli fá allt og allt reddist hjá mér en það gerist ekki hjá öðrum eða að minnst ekki gerist ekki hjá öllum. Já, það er að því að þú ert að því við erum á tíðinum, þú ert að þessari jákvæðu tíðinu þess að þú trúir á fólk og það sé með hjartarhreint og svona. Já. Og svona ýmislegt, þá hittur þú svoleiðis fólk og þá byrja hlutinir að gerast hjá þér. Svo eru við hinn sem að eru neikvæð og það gengur ekkit upp og það reddast aldrei neitt og ég áttur að falla og orður og álög, það er ein bókin mín sem heitir það, sem er að passa sig á því. En þú ert að hafa áhrif á aðra, svo hendu þessu samviskubiti út. Já, ég þarf að eitthvað að kíkja á það, sko. Já, og kvíða og öllu því, en þetta bara er að gera þig svo stórbrotin, hvað þú ert hreinskilin og svona, og svo halda áfram að lesa. Heyrðu, næsta er það verður allt fullkomið, sem að spila svolítið vel inn í sko þetta reddast. Já. Bara þetta reddast og það verður allt fullkomið. Og það er einmitt svolítið sko þannig sem að ég hef séð lífið mitt fara, það er einhvern veginn allt bara svona fallið sko akkurat rétt. Vá. Og þannig ertu í raun og vera að gera það staðreind bara með þessari setningu sem þú sagðir. Er það? Þá gerir það staðreind og þannig verður það. Og þú ert búin að setja hérna á óskastund, setja þetta allt saman inn, þetta ætla aðeins að fyrta hérna í mikrofónu. Já. Og segja, hvað var síðasta spilið? Heiði, síðasta spilið segir líf þitt er bjart því þú ert skínandi demantur, lærðu að njóta þess. Þetta hitti akkurat í mark. Og ég er hérna með kristalskáluna mína sem þið heyrðuð í hérna áðan og þetta er viss tíðinni. Ég ætla að þakka þið fyrir elsku hjartans Gústi minn. Já. Og svo röppum við og tökum TikTok dans. Við gerum það. Takk hella bara fyrir að fá mig.